Góðan daginn, ég heiti Lárus Stefánsson og ég er að kynna lokaverkefni mitt sem er teikning og hönnun frystigeymslu. Verkefni fjallar hönnun og teikningu á frystigeymslu sem getur geymt 200 tonn af fiski við -28 gráður. Ég valdi þetta verkefni af því að mér langaði að læra ferlið við hönnun kæliklefa. Markmiðið verkefnisins var að skilja hvernig á að velja búnað, reikna kæliafköst og teikna kerfi. Geymslan er 50 metrar á lengd, 40 metrar á breidd og 9 metrar á hæð. Þessi frystigeymsla er hönnuð til að geta geymt alltaf 200 tonn af fisk við -28 gráðum. Inn í klefanum eru 60 rekkar með 4 hæðum til að setja bretti í. Það komast það bil 1665 bretti inn í þessa geymslu. Einangrunin í veggjum er pólíúretan og gólfi er með 200 mm steypu og 150 mm frauðplasti þar undir til að einangra jarðar. Hérna eru 3D myndir af klefanum. Kælimiðillinn fyrir þessa geymslu er ammóníak og hann er náttúrulegur kælimiðill og er einn af algengustu kælimiðlum. Ég valdi að hafa 3 GA Grasso SB2 XB skrúfupressur sem eru 1068 kW hver og eru notaðar til að tryggja nægilega afþörf. Svo er ég með 1 Gunther GC-HVAF loftkældan eimsfala sem er 502 kW og 4 Kelvion CSL eimara sem eru 102 kW sem dreifa kælingu jafnt frystiklefan. Svo er ég með 2 Witt HRP 850 ammóníakdælur sem dreifir kælimiðlunum innan kerfisins. Hérna eru pressunar, hérna er eimsvali, eimarar og ammóníakdælunar. Lagnir eru valdar út frá stærðum kælikerfisins. Stopplokkar eru við þjöppu, eimara og eimsvala til að loka fyrir flæði. Þenslulokkar stjórna kælimiðli inn á eimara og hjálpa við að viðhalda stöðugu hitastigi. Einstefnulokkar eru til að tryggja að kælimiðillinn renni ekki í öfuga átt. Lagnir eru mismunandi þvermál eftir staðsetningu fyrir svo- og þrýstilagnir. Pressuna voru með 12 tómmu sóglögn, 6 tómmu þrýstilögn og 3 tómmu vökvalögn. Eimanir eru með 4 tómmu sóglögn, 1,5 tómmu þrýstilögn og 1 tómmu vökvalögn. Einsvalinn er með 8 tómmu sóglögn, 4 tómmu þrýstilögn og 2 tómmu vökvalögn. Allar sólagnir og vökvalagnir fá einangrun sem var valdnar út frá stærðum. Sólagnirar voru 455 mm á 12 tómunum, 230 mm á 4 tómu, 360 á 8 tómum. Vökvalagninar voru 205 mm fyrir 3 tómu, 130 mm fyrir 1 tómu og 160 mm fyrir 2 tómu. Verkefnið var unnið með forritum til að teikna og afla upplýsingar sem þarfnaðist. AutoCAD var notað til að búa til 2D teikningar af geymslunni og einlínumynd. Fusion var notað til að gera kæligeymsluna í 3D og ég notaði Cool Selector til að hjálpa við val á íhlutum og útreining á rörastefnum. Coolpack notaði ég til þess að gera lok PH línurit. Hérna eru einlínumynd sem ég fekk hjálp frá Frost. Svo er hérna lok PH línuritið og fleiri þrívítar teikningar af klefanum. Kælithörfin voru reiknuð fyrir allan frystiklefan, fisk og annan varma.
Samkvæmt útreikningum mínum var heildar kæliþörfin 2600 kW. Kæliþörfin fyrir frystigeymsluna voru 284 kW og 2247 kW fyrir fiskinn. Og hérna eru útreikningarnir mínir. Verkinu var skemmtilegt og lærdómsríkt. Skilningurinn minn á hönnun kælikerfa styrktist verulega. Verkinu undirbjó mig vonandi fyrir framtíðarverkefni hjá Frost. Teikningar í AutoCAD reyndust auðveldar en aðeins erfiðara að vinna með Fusion. Samstarf við vinnufélaga hjá Frost gerði útreikninga og val á íhlutum betri. Takk fyrir mig.